Árni í Nashville núna þannig að og eftir þennan þátt þá hann komin í rútínu með Icecast, þá upptökurnar búnar þar, þá getum við farið yfir það þannig í þættinum í dag kemur St. Pete við erum eins og venjulega í búið Dominos, það megavika núna, þannig ég mæli með að fá ykkur eitthvað geggjað og nota félagsmiðstöðin 40 kannski virkar ekki með hana megavika en eftir megavikuna svo erum við í búið Nova Sirius og Happy Hydrate sem að björguðu okkur helgina, mér og Árna og Agli þegar við vorum að spila Sauðárkróki. Happy Hydrate náttúrulega bara geitinn með í drikkjónum og ég myndi segja Happy Hydrate buxum en Nova Sirius gaf okkur smá hér að taka búin með svolítið mikið af þessu gaf okkur pakka þegar við vorum að fara að spila á króknum sem við tókum með okkur og það var mönsað á leiðinni sko. Takk kærlega fyrir okkur og bara elska ykkur vonandi finnst ykkur þetta skemmtilega þáttur. Tilbúin? Erum við byrjaðir? Já, við erum byrjaðir. Ja, let's go. Wow. Þið sjáu kannski að Árni ekki við fengum St. Pete til að stíga inn það geðveik hvað segir maður, skipting bara, já, þetta góð skipting þetta bara, ég ekki að meina þessu gott að skipta Árni, ég meina þú er góður sko. Já, eða ekki Jú. Það bara heiður að vera mættur Árni í Nashville Einmitt, ég sagði hann að taka eitthvað Icecast Já, og við sko það búið að vera svolítið púsli á okkur síðustu vikur út af Icecast-tökunum þannig að ég bara, líka bara næs að gefa honum smá hann að drukna sko í Icecast hann líka geta hlusta á podcastið frá öðru sjónarhorni, og bara tekið eitthvað svona hlustanda perspektíf á þetta 100%. Þú hefur farið til Bandaríkjanna? Ég hef farið til Bandaríkjanna ég hef tvisvar farið einu sem fór til Cleveland til að fara á NBA Finals þú ert svo mikið þarna, alveg rétt það er líka í gangi núna, við förum aðeins yfir það eftir það er Finals í gangi og þá fór ég, Cleveland er ekki merkilegur staður og ég, security-gaurinn hann eitthvað svona tjekka hann eitthvað, þú veist, hvaðan ertu, ég bara Íslandi, hann bara why would you go to Cleveland þau eru það, þau eru alveg sjálf með þetta og síðan fór ég til Miami og Rolling Loud einu sinni, það var svona aðeins meira partí Rolling Loud, það er hann tónlistarhátíðin, ekki? Rap það er, það er bara basically allir rappar í heiminum og Lil Wayne var þarna sem upp á skallið minn og hann beilaði að mæta því þau vildu stoppa bílinn hans löggan eitthvað kíkja í hann þegar hann var að mæta, hann bara nei, takk fór bara? Hann bara tweetaði bara eitthvað I will not be governed Ég og Árni erum líka, við höfum talað um þetta Árni er algjör svona Lil Wayne kall ég er ekki eins mikill en það er ekki út af ég fílan ekki það bara út af ég kannski ólst ekki upp við hann Nei, það er pínu það I had to be there með þessa geðviki og líka með eins og Jay-Z með eins og Jay-Z er ógeðslega stór í Bandaríkjunum en hann er ekki einn stór í Evrópu Lil Wayne finnst mér samt vera stærri en Jay-Z í Evrópu en hann er samt einhvern veginn svona meiri Bandaríkjageit eða ekki? Já, það er fakt held ég ég man þegar maður var, þú veist, eins og í grunnskóla þá var Lil Wayne leið mér að vera mega global og Jay-Z væri bara svona pínu svo nas þú veist alveg hvað þetta er og mann þegar Umbrella kom út mér í höfn ég var eitthvað svona, ok, sett eitthvað svona Jay-Z kalla á þetta sem er að fokk góðu en mér samt galið að hver var hann daginn sem var að bæta Grammy-metið hans eða eitthvað svona dót það er ekki bara Kendrick eða? Nei, það var Drake var eitthvað að bæta metið hans með eitthvað plötur nummer 1 eða eitthvað svona dót, maður bara hann var bara 13 plötur nummer 1 galið þú veist frábæra hvað er þetta, ég veit ekki 99 eða eitthvað til 97 til 2004 eitthvað hann er bara að rönna þetta bara 6 sumur í röð er hann bara maðurinn bara rönnaði rapp og maður náttúrulega við vorum bara alla til en þú veist, hann er alveg bara svona low-key godfatherinn á þessu dæmi sem hann líka mesta peningin af öllum og það er pínu það er einmitt líka sá samsæriskenning hvernig, akkur er hann með svo mikið völdum þú veist, fattar hvað ég við, hann er svona eins og þegar maður talar um svona Illuminati og maður þetta er ekki til, svo er samt þú veist þessu Jay-Z, hann er alveg það er alveg eitthvað í gangi það er alltaf eitthvað shit í gangi, hann samt maður þú veist, ég held nú ekkert að vera verið neitt að ég trúi alveg eins og með billionaire þarna þú ert orðið bandarísku billionaire þú veist hvað er þetta með yfir 1000 íslenska milljarða eitthvað, nei, yfir 100 íslenska milljarða 130 íslenska milljarða eitthvað þú veist, þú kemst ekki tangan og svo svíki eitthvað lið og við erum alveg pínu þrjótur og þetta sé ekki til neini góðir billionaires, ég trúi því alveg pínu
þú veist, en hann samt, sko, hann var bara eitthvað drugdealer. Já, en þú veist, svo eitthvað svona, hann ræður þessu Super Bowl og... Já, hann stjórnar Super Bowlinu fyrir valinu og eitthvað. Allt þetta Diddy og eitthvað. Já, einmitt. Fólk eitthvað lætur þess að veit ekki neitt og síðan sko... Svo hann eðlulegur, sko. Einmitt, pínu eðlulegur, sko. Sko, ég nefnilega því vorum að tala á hann einhverja samsæriskenningar hanni. Þetta nú ekkert beint samsæriskenning og við ætlum ekki að fara eitthvað að fara of djúpt í þetta. Nei. Ekki að það má alveg, en ég veit ekki alveg hvað ég er að tala þannig ég ætla ekki að vera eitthvað svona... En þetta staðreind, hlusti á það, þetta staðreind. Bara eins og þetta Ísraels dæmi og þessar kenningar að Ísrael bara rönni hluti. Já. Hver, Dirfis, það hringja nú, já, ég hringja eftir. Sorry, er þetta illa séð? Nei, okay. Samsæriskenningar með eins og Ísrael að þeir rönnu öllu, þeir rönnu bara media og bara you name it, sko. Þú veist, DJ Khaled bara frá Palestínu, með palestínska rætu, skilur, mamma hans eða amma hans og afið eitthvað frá Palestínu. Okay. Og hann búinn að vera þögull. Já. Og það alveg ástæða fyrir því. Er það át af þú veist, ég held að þau halda hennu page, skilur, ég ætla ekki að segja hvort það séu mér svo að mér líður eins og þú ferði í Ísraelnir frekar en gyðingarnir, þá ertu að gera þetta minna eitthvað svona reyndar, já, man hefur bara heyrt svo mikið eitthvað að gyðingarnir stjórna eitthvað þú veist, ég held að sé alveg, þú veist mér sé bara hella pæli þetta er bara samsæriskenningar, ég er bara að segja það er ástæð fyrir því að DJ Khaled er ekki búin að segja neitt og það er að því ég held að hann vilja halda áfram að lifa lífinu sem hann lifir og ég held að það ef hann fyrir eitthvað að tjá sig að frelsa Palestínu þá mögulega lokist eitthvað á það og ég afhverju það sé, ég veit það ekki þetta er bara samsæðiskenningar þú veist, þetta er bara fakt, skilur þú veist, og allt þetta dæmi með við þurfum ekki að fara út í þetta, við ætlum ekki að gera eitthvað Ísraels podcast hérna, sko, en þú veist Nei, bara ekki ég hef ekki pælt í Nei, þetta er bara fakt, sko hann var leikur 3 í NBA Finals í gær fólk er brjálæði, DJ Khaled var courtside og var í símanu sínum allan tíman En akkur má það ekki? 3 mínútur eftir á einhverjum úrslitaleik, allir tristur Já, meinar, já Kannski þetta er bara disrespect Já, pínu, sko Og svo var ekki verið líka að púa á Trump, eða? Ég veit, ég sá það ekki, það geti alveg verið Það var á einhverjum körfuboltaleik Mega sens, sko, jú, gali, sko Ég fíla að það var einhver sem var að tala þú veist Við loku fyrir einhver svona watch parties og eitthvað fyrir utan sem er alveg mega New York fyrir öll á götunum og bara elska þetta dæmi Já, mega sens þið púið líka bara út af því Já, það var að skemma partí Já, það var að skemma partí og eitthvað Ég fíla eitt sagði sko ég man ekki eitthvað svona að vera að eyðileggja götur þú veist, bara stemningunni í New York til að the world's fattest pedophile geti sitt í einhverju glerboxi og hort á leikinn sko Ég fíla þess að vera að kalla hann the world's fattest pedophile hann það líka örugglega ekki sko ekki svo feitasti 100% hit sko Mér finnst það skemmtilegt, mér finnst það að vera mjög New York pæli, sko. Ég og Átni náttúrulega, við erum að fara til Las Vegas Ég vissi það, þið eru að fara á slæðina ekki og í hvað eru gaman Já, maður, en ætli hann verði þarna? Hverju verði þarna, skilur? Það verður, já, allt heldist lið, sko Þetta er Conor McGregor, sko Hann gæti alveg verið þarna, sko Já, en maður nenni samt eiginlega ekki ef þetta er svona Ef þetta, þú veist, ef þetta verður allt miklu leiðilegra Já, að því hann er þarna Já, ég skilji, ég veit það ekki En ég er alveg spenntur að sjá, þú veist hann að við erum alveg fínu sætum bara sjá hvort maður sjá eitthvað Já, það hlýtur að vera, ég held að þetta verður alveg svona pakkahús þetta er ekki eitthvað svona þetta verður ekkert mikið stærri en þetta, hvað verður þar, þú veist og líka 5 eða 6 ár síðan bara síðast Einmitt Ég er svo spenntur Þetta er fyrst sem ég fætti Bandaríkjanna líka Já, einmitt Veitu þetta eitthvað í Louisiana? Nei, hvað er þetta? Þetta er í Vegas Já, það er mækin Þetta er í Vegas Og þeir eru að fara að gambla líka Ertu gamblið það? Ég er það ekkert svakalega Nei, það er bara gott sko, það er bara að taka stolt í því sko Já sko, ég ekkert þannig sko, ég hef aldrei ég hef einu sinni farið í kasínó, skilur en ég er ekkert mikið í einhverjum svona ferðum, skilur en já, þú veist, en við erum að fara í bara 43 gráður, skilur og mér finnst líka smá hella ég var til Bandaríkjanna fyrst skipti og ég er að fara bara í bara Mekkan, skilur, ég er að fara bara í bara Bandaríkinu auðvitað bíómynd, skilur Hvað fljúið til Cali eða? Nei, fljúum til Detroit Já og þaðan til og svo flugum við heldur til Minneapolis á leiðinni heim Ok, gett Þið eru bara í Vegas Já En við erum bara í einhverja 3-4 daga sko En já, fara að sjá bara þann og svo ætlum við að sjá Chris Angel Mindfreak Það er sick sko, Ég var eitthvað að skoða þessar sýningar alltaf í Vegas Ég var eitthvað að skoða Það var ekkert svakalegt sko Ég er aðlega að skoða sko sunnudegi og mánudegi Það var eitthvað helgina eftir þegar ég geta séð Backstreet Boys Kelly Clarkson en þú veist það var hérna, Chris Angel, Mindfreak, það er legendary. Það er alveg, ég bara, þú veist, ég myndi skilja að þið var að fara til Vegas bara til að sjá Chris Angel Mindfreak. Þú veist, ef slagur væri ekki í gangi, það myndi ég vera alveg bara, valið, sko. Hann var
the GOAT bara gamla dag sko. Chris Angel já, og svo er hérna, svo er stand-up frá hérna konunars Borat svarta hvað heit hún? Býtu í Borat myndinni sem er konunars í myndinni hún er með stand-up einmitt, ég man ekki hver það er ok, það er örugglega stemning ég var að sjá í gær að opnar aðtrið á Borat þegar hann er í eitthvað svona manni hvað segja hann eitthvað this is my wife og allt þetta dót í þessum bæ að þeir hafi komið ángað á þeim svona forsendum að þau var að dokumenta þennan palestíska bæ og bara við ætlum að sína hvernig lífið ykkur er sem eru þau bara að gera grína þeim einmitt, þetta er örugglega heldur stemning sko. það var allt brjálað út af því að þau voru bara, þú veist, við ætlum að sína hvernig staðan er hjá ykkur og síðan eru þau bara eitthvað mockery sko. en eins og með hann skilur náttúrulega Ali G, ég byrja að horfa á það þegar voru þættir skilur, svo kom bíómyndin svo kom hann Bruno og hann svo kom This is America Dictator, já, en það var alltaf bara leikið já, það var leikið já, hún þegar hann fyrir með hvað heitir hann, Gillinari gaurinn og platar hann með einhverju gellu til að expósa, það var alveg crazy var það í Borat 2? það var Borat 2 held ég en ég horfði líka hitt svo ertu að tala um já. En bara hvað það er erfiðar að gera þetta í dag skilur og líka einhvern veginn hvað það snerist hjá honum úr því að vera þú veist alls ekki woke skilur yfir í að vera að expósa eitthvað woke með myndunum sínum bara út af hvernig tíðarandinn breytist skilur eins og Borat fyrsta myndin er bara eins og að tala skilur hann er bara að móðga eitthvað lítinn bæ bara for the fuck of it sko en svo í seinni tíðinni þá er hann einhvern veginn farin að vera með eitthvað agenda eða skilur hvað við já en þú veist berjast fyrir þau já en svo er maður alltaf býð eftir eitthvað svona að hann sé að vinna í einhverju öðru og þetta er fucking legendary dót þetta er nefnilega, þetta er crazy hann var að gefa út mynd á Netflix sem var ekki nógu góð er hann að Balls Up eða eitthvað já þetta var eitthvað svona fótboltamyndir hann nei sko hvað hétt hún eitthvað Rigby Brothers eða eitthvað það var eitthvað já Grimsby Brothers nei þetta var komið út bara fyrir viku eða tveimur ég horfði á hana og hún þetta er eitthvað svona hann er einhver sexist CEO og hittar hausi sinna allt í henni allt búið að flippast og konunar eitthvað svona yfirmennirnir og eitthvað hljópar ekkert geðveikt nei þú skilur ég er ekki sexist þegar ég segja þú veist það er ekki ástæðan okkur myndi var ekki góð skilur en hún var svona hún var bara ekki nógu þú veist það var ómikið agenda í myndinni það var ómikið einhver svona sexist kall að læra sína leksju og samt eitthvað svona þetta ekki þið þurfum bara að horfa á þetta er ekki eitthvað svona horfið á þetta maður, þetta er glötumynd en horfið á þetta já, ég peppa alveg konu CEO sko, ekki verið eitthvað að miskilja mig en já, þú veist hún var ekki nógu fyndin sko þetta var ómikið eitthvað svona, verið að reyna að kenna mér eitthvað skilur já og ég er ekkert að reyna á einhverju föstudagskvöld að reyna eitthvað að taka einhverja leksíu til nei, þú veist, maður veit þetta líka bara skilur þú veist hvað gerir um helgina? Hvað gerði ég um helgina? Ég man það ekki alveg ég Átni og Spegill fórum á laugardaginn þá vorum við að spila á Króknum já, Sauðárkróki já, Sauðárkróki Skagafirði sjómannadagshelgin og við lögðum að stað bara eitthvað ég vaknaði bara eitthvað náttúrulega 7 bara með Lilla og lagði að stað bara 9 brunuðum, spiluðum brunaði beint í bæinn Átni hélt áfram til Vestmannaeyja og já, eftir droppuð þér í bæinn og áfram til Vestmannaeyja alveg verið harka honum sko. Það er crazy, voru á föstudeginum á Sauðárkróki nei, laugardeginum svo fór ég að Michael í bíó á sundegi einmitt það var þetta, já, sundegi hefur séð hana? Nei hún er geðveik það er þannig já ég er með eitthvað svona ég horfði ekki á Elvis myndina og allt eitthvað og ég hef ekki horfði á Freddie Mercury myndina allt eitthvað svona söngdæmi ég eitthvað ekki Bob Marley nei, ég horfði ekki Bob Marley myndina nei. En hvað er það bara út af fyrst ekki stemming eða? Ég veit það ekki það er eitthvað, ég held að það er of nálægt söngleikum og söngleikir alveg gerir mig brjálaðan já, reyndar eru sumar sko, Elvis myndin er eiginlega bara söngleikur já, einmitt en Michael myndin var samt svona nettari sko. já en þetta er samt eitthvað skrítið líka skilur að þú veist, fjölskyldan hans er náttúrulega að gera þetta og systir hans vill ekki vera með í þessu og þetta er eitthvað svona voða einmitt já, þetta er já, ok, en það má alveg tjekka á þessu, skilur þetta er, þú veist, ég er ekki að segja það, sko ég horfði einhvern tímann á horfði ekki Walk the Line, eða? Horfði ekki Walk the Line, eða? Nei, hvað það? Johnny Cash Nei, eina svona mynd sem ég sé er með Chadwick Boseman þegar hann tekur Ray Charles, held ég nei, er það ekki Jimmy Foxx sem tekur Ray? Ég veit hann tekur
ég manna ekki einu sinni sko. En ég man hvað ég gerði helgina. Ég man það núna. Sko, ég og Reyni vorum að spila í útskriftaferð. Mountain First, leiðum hús eitthvað á Lordi Mar. Tókum stúdíó með okkur. Reyna að kúka aðeins eitthvað, við erum í albumót sko. Og á laugardeginum fór ég í afmæli. En býttu, hvað varstu úti, hvað sagðir þú? Við erum út á Lordi Mar, Mountain First. Já, komst heim hversu næs. Þú ert að gera plötu, ég sé þú nokkur sem sagt hún sé að koma út og ég er alltaf að lofa nýjum dagsetningu sko. Klikkar eitthvað aðeins. Já, sko. Það er erfitt að sleppa frá þessu plötu. Það er nefnilega, sko, ég hata að segja, en það lítur út fyrir að segja júlí, sko. Við vorum alveg samt pínu, ég var að funda á hann og vorum alveg sem ég bara að læsa dagsetningu, sko. Ok, varstu búin að segja júní, eða? Ég sagði júní síðan, sko, það var í Gíslamartinni. Það kemur út lag núna, hvenær kemur þátturinn út? Föstudegi? Kemur út á fimmti. Það kemur örugglega lag í næstu viku, low key, sko. Það gæti alveg gerst, mjög líklega. Það er alveg helviti líklegt, sko. Plata í júlí og þú veist, ég skilaði böggandi aðla því ég er alltaf að lofa einhverju. Fólk væri held ekki eitthvað það pirra, ég væri ekki alltaf eitthvað svona að segja eitthvað. En þú veist, við erum að bæta hana, við erum bara að gera hana betri og þetta er, þú veist, sluti verða rétti, sko. Síðan ertu bara búin að gefa út, skilur og ertu með, viltu segja eitthvað, hvað ertu mörg lög þetta er svona 11 lög, held ég. Í kringum 11, ég vil eiginlega ekki meira, ég vil ekki plötu séu of langar, sko. Það eru feature, ég vil eiginlega ekki gefa það, sko. Ég held við höfum örugglega hittin lista, sko. Það eru góð feature, þú veist, þetta er bara generational dæmi, sko. Og stoltur af henni væntanlega? Ég er stoltur af þessu hingað til, það er nóg sem þarf að gera, það er alveg. Er þetta svipum dúr og fyrsta platan eða eftir að taka eitthvað nýtt? Þetta er meira, sko, ég er núna reyndar aðeins að rýna meira í, sko, kannski aðeins meira í Pétur Márin af þessu, skilur, þú veist, platan er, þú veist, núna persónlegri? Já, bæði og, sko, þú ert bæði með, þú veist, maður er náttúrulega orðin bara einhver rockstjörna, skilur, maður er að lifa þessu stjörnulífi og eitthvað, og það er, þú veist, grænipakkin er bæði mjög mikið sko, þú veist, þetta að vera að komast, þú veist, leiðinu upp? Já, á leiðinu upp, skilur, vinnuna og þú veist, kannski hvað maður var að gera þar í kring, eitthvað götudæmi og eitthvað svona dót. Núna eru komnir í eitthvað annað, en þetta er alveg mikið bara komin í meira svona CEO-mót? Já, þú veist, þetta er bara ball-in dæmi, skilur, maður er bara komin á eitthvað level og maður er alveg að taka því fagnandi á þessari plötu. En síðan er þetta líka, þú veist, það er náttúrulega shit í gangi, þú veist, maður er bara með fjölskyldu og maður er hitt á þetta, þú veist, og það er líka alveg eitthvað að tala þetta dæmi, þannig hún er, þú veist, góð blanda. Þetta er góð blanda, en ég er svona ég er lítið í því að lög sé eitthvað svona þetta. Mér er svolítið gaman þegar það er það, en ég fer oft, ég er kannski bara eitthvað, þú veist, að tala fjöldskildulífið og síðan er ég að, þú veist, ég heit ekki bara eitthvað jam með eitthvað, þú veist, sama fórbæri. Það er líka það sem að mér finnst svo áhvert, sko, þú veist, þegar við erum bara allir gauðra bara svipum aldrei einhvern veginn alls svipa upp, skilur, en þú veist, ég get ekki skrifað það sem þú ert að skrifa og ég get ekki skrifað þetta eins og þú skrifar og þú getur ekki skrifað eins og ég geri, eða skilur hvað ég veist og þú veist, þegar ég gerir tónlist að leita ég í þessa átt og þú leitar í þessa átt, skilur ég er oft bara mér langar að fara í þessa átt, skilur en ég á bara erfiðara með það, skilur og þú örugglega erfiðara með að fara í hinn áttina líka, skilur. Það er bara 100% henni, sko, þú veist, maður er alltaf að sjá lið gera eitthvað, maður er aðeins að fatta, þú veist, eins og bara hvernig þú gerir tónlist, maður er eitthvað svona, þú veist, þú heyrir kannski bara, þú veist, þú ert að heyra kannski eitthvað subject matter eða einhverja laglínur eða eitthvað hook og eitthvað svona, þetta er gott, þú veist, ég þurfti einhvern veginn að fatta að allt þarf ekki að vera ég. Það er bara flott að, þú veist, að því að maður er sérstaklega í rappinu, þú ert alltaf eitthvað svona, þú ert að reyna að finna upp hjól og finna þetta næst og bara tjóðlega þetta, þú veist, ég vildi ekki geta gert þetta og sem bara, heyrðu, kannski er bara geggja að hann kann að gera þetta og gera þetta ógeðslega vel og það er ekki, þú þarf ekki að, þú veist, tekið öll bóksin, sko. Hvernig byrjar að gera tónlist? Þú veist, var það ég sá þú varst í einhverju menntaskólalagi. Já, gauður, ég var í Snappa, sko. Það er náttúrulega fyrsta sem kemur út, sko. Það var alveg bengið, sko. Það var fyrsta droppið, sko. Það fór alveg mega væral, sko. Og eftir það, ég veit ekki, þú veist, í menntaskóla alltaf ef það var eitthvað svona verkefni, bara eitthvað gerði verkefni Tyrkjaránið, þá gerði ég bara rapplag um það. Það var svona lítið stúdíu Emma. Ég bara, ef ég gæti komist upp með að gera rapplag, þú færði alltaf allavega 7 í einhvern. Þú fórst að gera lag og myndband. Þannig saman hversu lélegt þetta er, og ég er svona, ok, ég get færi. Þannig þú varst ekkert feiminn með þetta? Nei, þú veist, en þetta var alltaf í djóki samt. Maður gæti alltaf eitthvað svona falis að baka það, þú veist. Ég er bara fokkast. Já, ég er bara að fokkast, skilur, og síðan var eitthvað, kannski, menn voru eitthvað vinni að gera eitthvað lög og það er heyrt í þér fyrir text, allt í það, eitthvað orðin sem að vitaður hlutur. Síðan prófaði ég, þú veist, eins og ég var eitthvað að tala um þetta þegar ég kíkti þarna í klefan í höllinni, þegar voru síðast, að þá prófaði ég að gera demo og þú veist, þá var ég að reyna að rappa og þú veist,
að reyna að gera gott rapplag, reyna raunverulega að gera rapplag og það bara, þú veist, það var no looking back eftir það, sko. Þú veist, þá ertu bara, þetta einhver köllun, skilur og ég trúi allir séu með, saman hvort það sé að rappa eitthvað, það einhver svona, og það þarf ekki endilega að vera ferillinn, en það eitthvað sem þér finnst bila gaman að gera og þér líður eins og að gera og þetta bara spurning hvort að þú nenni eða hvort þú hefur áhyggjur af því hvernig fólk lítur á það eða eitthvað að, þú veist, sama hvað vandamál en það eitthvað sem allir eiga að vera að gera sem einhver köllun sem mun koma líka, þú veist, opna einhverja hurðir og bara, þú veist, gera það sem það þarf að gera. Þetta bara svona mér finnst bara svo margir vanta sko forvitni að leita að þessu, prófa eitthvað nýtt shit, skilur að, þú veist, mér finnst margir bara svona sætta sig við bara og prófa eitthvað nýtt, fattar þú, ég alltaf bara algjörlega, að vera forvitin bara besti eiginleiki sem getur verið með, sko. Það óþolandi, skilur, en svo finn ég mig bara í fullt dóti, skilur, og finnst það gaman líka að finna eitthvað nýtt og þú finnir ekki nema að prófa eitthvað, þú veist, einmitt. En þú varst ekkert feiminn fyrst, eða þú veist, en svo leiðust langum tíma og þú actually gafst eitthvað út. Ég man að, þú veist, ég var bara að heyra bara eitthvað St. Pete, skilur, og bara, er eitthvað lag með honum? Nei, maður, það er ekkert lag með honum. Það skilur maður bara, svo bara kom eitthvað lag með Úlf eða eitthvað. Já, einmitt, fyrsta sem kom út var Úrmyndi Stopp 3, sko, og þá alveg, þú veist, að ég var alveg komin í pínu vítahring með að ég var ennþá bara eitthvað svona að bæta mig. Ég hugsaði, þú veist, þangar til ég gefa út, það ekkert, þú veist, það engin pressa nema bara eitthvað að þú ert að hlusta á chatterið, skilur. En síðan, það var líka alveg eitthvað svona, ok, fyrst sem þú gefur út, þú vilt að það sé gott. Þú veist, þú ert bara með eitt fyrsta impression, skilur. Það vantar mörgum þessa hugsun finnst mér í dag, sko. Já, þú veist, það alveg hann, sko. Þú veist, ég respekt alveg gauðra sem bara á fucking grændinu, bara að reyna búm, skilur. En mér líður eins og, þú veist, bara þólum að og þrautsegja og þrjóskað bara tekur þið langt, sko. 100%. Sorry, ég ætla að segja að ef þú hefði gefið út fyrsta lagið þá var ekkert víst þá værir på ekki hérna. Nei. Skilur hvað við? Já, bara algjörlega. Af því ég hef líka verið eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, þú vilt þetta, eins og ég sagði líka þegar við talum síðast, þú veist, það einhver hugmynd þarna, þú veist að þú getur execute hann, þú veist að þetta ekki óraunhæfur hlutur. Og síðan gáðu út hérna Úrmyndi Stopp 3 á plötinu Úlfur og ég var bara svona, þú veist, maður sem bara heldur lífið áfram og það bara allt í góðu og þú veist, þá hætti ég, þú veist, þá bara ok, þetta ekkert endir heimsins, skilur. Það líka ekkert, sko, þegar þú gefur út, það ekkert allir að pæla í þessu. Nei. Fattar hvað ég við? Þú veist, það ekkert allir bara, ok, nú annarkvort fíla ég þetta eða hata þetta, skilur. Þetta ekki þannig, en mann líður alltaf þannig, sko. Og þú veist, allt þetta, þú veist, getur alveg gefið allir eiga léleg lög, skilur. Þú veist, ég á bara núna. Hvaða lag hjá mér er svona lélegt? Eiginlega allir eiga léleg lög. Allir sem að, sko, næstu allir eiga léleg lög. Nei, ég meina allar lög sem fyrir ekki, þess að ég gef út kannski 20 lög núna, það alveg nokkur lög sem þú veist, ég elska ekki, en síðan eitthvað fólk sem kemur að mér og bara þetta fokkin lag, þú veist, þú snildi þetta. Þú maður eins og lagið með mér á átnan aftan, sem með meiri 1 million plays, ég var aldrei þolað. Nei. Ég er bara svona, ég er ógeðslega erfitt með þetta lag, sko, þú veist, og ég tek það aldrei eða neitt, sko. Og líka alltaf, ég var að tala við hvernig var ég að tala þetta, Elvar eða eitthvað, skilur, og hún var að tala bara ferli, þú veist, stundum eftir kannski með eitthvað lög sem að, þú veist, það eitthvað svona ferli í kringum og þú ert eitthvað, þú veist, eins og ef ég er ógeðslega lengi að klára eitthvað lag, eða það er búið að vera mega erfitt eitthvað, það kemur út loksins og bara svona, ég kom með nóg að þessu lagi, skilur, og síðan kemur fólk bara geða þetta lag, því þau voru ekki í þessu ferli, nei, þú veist, eitthvað million session og þú ert eitthvað að kúvenda endalaust og breyta og eitthvað, skilur, þau sjá bara loka niðurstöðuna, þannig Já, þú kannski búin að hlusta á þetta í ár eða eitthvað áður þetta kemur út. Já, og það þurfa að breyta línu og rekka aftur og kannski voru gömlu tónum betur en þú þarft að vega. Ertu mjög svona, þú veist, finnst þér erfitt að sleppa frá þér eitthvað? Já, algjörlega. Ertu eitthvað að semja í sessjónum eða ertu að semja heima? Mér finnst best að semja í sessjónum, alla til að koma hlutum á stað. Að þú ert komið með, þú veist, eins og við tók sessjón með Þormóð núna í fyrradag. Þú veist, við klárum bara heilt vörs. Þú ert bara komin í herbyggju og bara við erum að gera þetta. Og þú fær bara tíma, þá ertu bara svona að ég alveg erfitt að koma mér í zónu. Ef ég er heima, þú veist, það places sem tala heima hjá mér. Skilur? Algjörlega. Og það verður eitthvað svona, þú veist, ég er ekki nóg agar. Þannig ég þarf að koma mér í session til að fá mig til að vinna. Síðan tweaka ég eftir á, fattar við. En ég á eins og það vandamála styrja, eins og núna á plötunni, ég veit ekki hvað mörg lög sem ég skila eftir 4 línur á. Bara tómt forbar, af því þá er þetta ekki búið. Þá er þetta ennþá eitthvað svona opinn hlutur og ég, þú veist, ekki til sett í stein og eitthvað. Ég er ógeðslega tregur með það. Ég er líka ógeðslega tregur með það.
oft ef ég klára bara viðlag og ég veit þetta er gott lag, on to the next. Ég klára þetta seinna. Þú veist, ég veit þú veist að ég kannski með lag sem ég gerði fyrir 2 árum, ég veit þetta er geðvægt lag, það er bara vers viðlag. Ég á eftir að gera seinna versið, en ég veit bara, þú veist, það er leiðilegt að klára lög. Þú veist, það er miklu leiðilega að byrja nýju. Já, en það er miklu skemmtilega að vera búinn að klára lag, heldur að maður nenni ekki að fatta þetta, skilur, alveg óþjólandi, sko. Hvernig er hlutur eitthvað múið áfram með það? Hjá mér? Já, okkur, ég er búinn að gera fullt af lögum, sko. En demo, skilur, þú veist. En ég er alveg með nokkur alveg fullt kláruð, sko. Og er bara að vinna með Þormóði og er svona að reyna, en þú veist, ég er náttúrulega bara með 2 börn og fyrirtæki og podcast og whatever, skilur, þannig að finnst þið þægilega eins og sérstaklega því það er svo mikið að gera, en þú veist, ertu að finna einhvern kannski tóman tíma á kvöldin þegar allir eru sofnaðir eða ertu bara að reyna að læsa inn í stúdíóinu? Ég sem bara í stúdíóinu, sko. Ég get eiginlega ekki sami. Nei, maður fer ekki í eitthvað element, sko. Já, og bara svona sest niður með Þormóði og bara svona, þú veist, og ég þarf líka, stundum þetta bara í gírinn, skilur, og stundum er ég bara ekkert í honum, skilur, það er alltaf lagi, skilur, en stundum bara ef ég byrja, svo líka bara misjátt, sko, sum lög eru svo fucking erfið og sum lög eru svo ógeðslega einföld. Og það er líka bara mismunandi hvaða standard maður setur á texta fyrir lög, skilur, sum lög er alltaf lagi ef þetta er ekkert groundbreaking textar, skilur. En þú náttúrulega kannski meira pæli ykkur svona clever, þú veist, myndlíkingum, eða skilur það er samt alveg saman, stundum er maður einhverjum svona fuck it móti, en ég er náttúrulega líka, þú veist, eins og við bara tala um aðeins, skilur, ég set ógeðslega mikið, þú veist, ég pæli mjög mikið í textunum og maður er náttúrulega að flóa eitthvað hann, skilur, en stundum er ég alveg bara svona, þú veist, það er líka næs að bara melodíu renna eitthvað, skilur, því þetta má bara vera eitthvað, þú veist, það þarf ekki hjólið þarf ekki vera fundið upp í hverja einu sem setningu, skilur, þú veist, og þegar maður það er líka eitthvað balans sem þú þarft að finna, sko, þú veist, og ég líka, þú veist, með bara þú veist, maður er einhvern veginn alltaf að reyna að finna bara besta viðlag allar tíma. Ég á ógeðslega erfitt með lag þar sem ég þarf að ströggla smá við viðlagið. Fattar þú hvað ég við, þú veist? Algjörlega. En svo veit ég alveg að margir, þú veist, eru bara að vinna í marga mánuði í einhverju lagi, skilur bara til að reyna að finna rétta viðlagið. En ég er oftast bara syngja eitthvað, nei, eða syngja eitthvað og bara já. Fattar þú? Já, ég pínu ef að mér líður eins og vörsin, eða, þú veist, vörsin sem ég er búin að rappa eru góð, þá er ég þrjósku með að finna góða viðlagið. Fattar þú? Þá er ég alveg bara svona, ok, við erum einu góða viðlagið frá að vera með lag, skilur við. En ef ég er ekki tengið við lagi í heild sinni, þú veist, en það er oftar þannig á mér eins og bara seintur og átti ekki að vera á græna pakkanum, skilur við. Það er bara næstasta lagið okkar í dag. Það er bara, það var lélegt viðlag, vörsuð bara nákvæmlega eins og það er núna og þú veist, við erum eitthvað að taka eitthvað session og Reynis og Þormóður er eitthvað að kynnast og hann er eitthvað svona, sýndu mér eitthvað sem að vera að vinna í gegnum tíðina, hann bara spila þetta bara, hvað fokkin lag er þetta, okkur eru ekki að vinna í þessu lagi. Bara og þá bara lélegt viðlag, við breytum því og þá allt í einu fyrir við bara tókum 1 flowrun, það er bara viðlagið sem er í dag. Þannig þú veist, maður þarf líka oft að fá outsider perspektíf, skilur. Mér finnst oft líka bara, ég hef líka samið tónlist fyrir fullt af fólki og mér finnst oft hlutir sem ég segi, ég er bara eitthvað svona, já, þetta er fínt þegar ég syngi þetta, svo heyri ég einhvern annan syngi þetta og ég er bara, fuck, hvað þetta er gott, fattur hvað ég við, og maður líka ná að tengja þetta við sig, að þau kannski hugsa eins með að það er engin með sömu skoðun og þér og þú. Nei, og þú veist, og ég kannski bara tengi mína rödd við eitthvað ákveði, skilur, en svo heyri ég þetta, ég bara, shit, hvað þetta er gott lag, en samt sama lag þegar ég var að syngja þetta, skilur, en bara út af því að það er einhver annar, eða fattur hvað ég við, þetta er, já, en þetta er, þú veist, ég til dæmis var ekkert að fíla það mikið að vera bara í tónlist, mér fannst það svo mikil pressa og mér fannst, þú veist, þetta var svo mikið hobbyið mitt, að ég var bara eitthvað svona, núna verði ég að gera þetta, skilur hvað ég, og mér fannst það ógeðslega svona erfitt, sko, þú veist, mér finnst ógeðslega gaman að gera þetta núna og reyna að finna tíma og þú veist, og bara hobby, skilur. Einmitt. Já, það var alveg rant um þetta. Bara rýna í þetta, sko. Já, við þurfum líka að fara að gera eitthvað. Mér langar svo að heyra í þér líka. Þú sendir mjög skemmtilegt lag á mig daginn. Ég er með svo mikið, ég var til, sko, ég veit ekki hvort þú sem með eitthvað, þú veist, deadline á þínu hlutum, eins og ég er búin að fá nokkur, þú veist, lögsendi mín, fólk átt svona eitthvað, skilur, ég segi bara, ég er með svo, þú veist, að ég næ ekki að klára mín eigin lög. Þannig að það er bara svona, núna næsta mánuðin er bara crazy tunnel vision, reyna að lokka inn og klára þetta. Og þá er maður líka komin í, þú veist, þá getur smá frí. Já, þú veist, nei, ég raun og bara að fara að leika, skilur, þú veist, eins og þetta að gera ykkur lög, svo er þetta ekki alveg eitthvað svona, ok, eitthvað svona plata mín og ok, núna, og því lengra svo komið plötuna, því mikilvægar liður eins og hvert atriði sé, þú veist, svo núna verður kannski konum með
8 lög sem eru bara nokkuð heilstift þá allt í næstu eitthvað svona, ok, ég bara, þú veist, hvað vantar og þetta verður svo mikið eitthvað sem geta bara, þú veist, þess að ég tók session, ég gerði lag með Elvari í fyrir dag og ég er bara eitthvað að bulla þetta er bara skemmtilegasta lag sem ég gett lengi, skilju að því það er engin, þú veist engin pressa, bara eitthvað, þú veist, það sama þegar við gerum Sorry Mamma þá var ég bara búin að vera að vinna bara einhverjum poplögum og ég var náttúrulega svo þú veist, þreyttur á sjálfum mér eitthvað og ég segi að þá maður bara gera eitthvað bull, skilju og ég gerði þetta lag á svona 20 mínútur, skilju og þetta er bara stærsta lagið sem var á plötun okkar, skilju og það var bara, út af ég bara svona sleppti tökunum bara, heyrðu, gerum bara eitthvað bull, skilju og ég var ekki að pæla eitthvað svona, nú er ég að gera eitthvað fyrir plötuna ég var bara eitthvað svona, heyrðu, nú er ég bara eitthvað að gera grína sjálfum mér og eitthvað, nefnilega, sko það er bara pínu þannig, sko, ekki það, sko líður þessi pínu búin að tala um eitthvað eins og ég sé eitthvað, þú veist eins og sé allt í einhverju fokki, sko, við erum að gera góða tónlist að við ekki á ekki, sko og þess að ég bara eins og ég sé að vakna alltaf nei, the torment að þurfa að fara að klára ykkur á plötu, skilju en núna er ég alveg bara svona að maður er búin að vera, þú veist, þetta er svo langu tími svo ert í einhverju lokin, einhverju albumóti og vilt bara þetta sé búið og vilt líka þetta sé rétt já, algjörlega þú ert að tala rétt að mannin, sko það eru 7 ár síðan á plötu, sko þú veist, þetta þarf að vera rétt, sko þetta þarf að vera rétt, ef þetta er ekki rétt þá er þetta ránt, sko ángríns ertu með eitthvað svona besta gig sem þú tekið? Besta gig sem ég tekið, sko höllunundaginn var helítið góð og það skemmtilega við er, sko, að ég hugsaði, þú veist það er bara með, þú veist, fyrst gig sem ég tekið svona stórt krát, þú veist, maður hefur spilað á þjóðtíð og þetta Akureyri í fyrra var alveg crazy, það voru 20 manns eða eitthvað þannig úti á Vestló en þarna, þú veist, að fá þetta sjóður með ljósinu og með allt, þetta er svona mesta sjó sem við tekið og náttúrulega þetta er risa krát, það var ógeðslega orka líka bara í húsinu og síðan daginn eftir fer ég að spila í afmæli út á Sandgerði með soundbox og mic það sem hljóðið kemur sekundu eftir á þannig, þú veist, hreinsis að reality check hann bara, þú ert að rappa á undan bara, þú ert að segja orðin áðurinn koma í laginu sem er það erfið sem, þú veist, það líka tókst ekkert eitthvað frábærlega en ég var bara, vá, þetta er reality check, sko þannig, gott kontrast af eiginlega versta gig sem ég tekið og besta annars Akureyri fyrra var alveg crazy, sko og eitt á Götubarn með einu sinni, það voru jólin það var svona fyrst skipti sem allir kunnu lögin utan og það er svo mikið moment, þú veist, bara svona, þú heyrir bara, það er bara 100 manns að rappa með það, skilur það er alveg ekki, sko en besta gig sem ég tekið hef ég ekki tekið, því það eru útgáfutónleikarnir sem verða í október og það verður crazy, það verður alveg svona generational dæmi. Er búið að segja hvar? Nei, ég þór ekki alveg, ég var að fundi með þetta í dag, sko, ég var á stóru fundi í dag þetta er ekki alveg sett í stein, ég ætla ekki að fara að tala neitt en taki mánuðin frá, actually, sko ángríns, það segir pít mánuðurinn október, hittin hækkar eftir september, sko það er komin október, sko já, ég ætla kannski líka að taka fram að við erum í boði Happy Hydrate, Dominos og No Serious. Ég er í boði Coca-Cola og ég er í buxum frá Reykjavík Roses og ég er með skartgripi frá Sign Jewelry og er ég með fleiri það er svo slæmt Akureyri, við erum að glemma ykkur Akureyri, ég er hérna á vegum Akureyrarbæjar ég er með körfuboltamót á laugardaginn á Akureyri, streetballmót, endilega sænnið ykkur á vamos.vamos.is held ég og það er allt í gangi þar sem ég held ég átt að vera dómar eitthvað, ef mér langar að spila þannig núna held ég að vera eitthvað svona bounty á mér já, nærður út vinnur 5 í fötu og slær er þetta one-on-one? Þetta er svona 2v2 já, ok og hérna, síðan Maron Byrni líka alltaf að tala einhvern skít hann vill fara að taka 1v1 í körfu, ég held að við séum mögulega að fara að láta körfu, ég veit það nefnilega ekki ég held ekki, sko við erum alveg, þú veist, við erum að fara að taka þetta, sko hann er alveg, ég held að hann sé, sko eins og fólk tala sleeper build, skilur, ég held að sé sleeper athlete mögulega, gæti alveg verið, sko ég neita samt að trúa að hann taki mig í körfu, sko ég er samt ekkert eitthvað frábær í körfu, en þú veist nei, hann er samt alveg hávaxinn, sko en hann er svona eins og já, körfi, ég veit það ekki nei, ég veit það ekki ég sá hann var undir í körfi, hann er undir ísnum myndinni já, en það var CGI einmitt, já, ég eftir að sjá hana, það er eiginlega pínu lélega til mér að vera ekki búin að sjá hana ég fór ekki á hann í bíó voru að sjá hann áður, sjá hvernig hann er í körfunni já, nefnilega, ég var að rýna eitthvað í þetta, sko rýna í þetta Kára, það var ekki einhver spurning hann einhver staðar jú, bara besta og versta giggi, sko þú komst eila með já, við vorum alveg pínu búin að fara til það einmitt, var það hann í Sandgerði? það er örgulega versta giggi, sko það er samt alveg bara stemning, það var allir í góðum gýr, sko
Maður hefur alveg... Nei, versta gig sem ég tekið var í Káa heimilinu. Sko, mínu menn í Káa, ég er líka lóki hérna við Káa, sko, elski ykkur, það var crazy, það var fyrsti handbolta heimaleikur núna á síðasta tímabil í handboltanum. Og þeir eitthvað svona, heyrðu, eru þið til í að taka lagið, þú veist, við Káa lag. Ég og Hreini. Og hérna, eitthvað svona fyrir leik og þú veist, aðeins svona keira, fyrsti heimaleikurinn keira bara, byrja þetta season rétt, skilur. Einhver leikur móti HK, minnum mig. Og sko vanlega myndir í jafnvel, þú veist, mér skaman að labba inn við laugin eða eitthvað, þú veist, kannski gera eitthvað smá sjó. Í staðin bara kynnt okkur inn, bara á miðinni, bara St. Pete, Reynari, opnar atrið þarna. Og ég eitthvað svona labbaður öll ljósin á, bara þessi ég fóð ekki ljósin eitthvað svona tek við, eitthvað svona, ok, ég byrja lagið, skilur, í staðin fyrir að sé, kannski, dim the lights, byrja þetta eitthvað. Hátalinir virki ekki. Nei. En mækin, hátalinir fyrir hljóðið en að virka fyrir mækin. Þetta er eitthvað svona bull. Og ekki máli. Þannig við byrjum að rappa og ég rétt svo heyri í bítinu í mæknum, nei, í hátalinum. Og ég eitthvað svona byrja að rappa eitthvað, ég byrja þetta upp á nýtt, þú veist, ég byrjaði, skilur, eitthvað svona gæði sem upp í stúkan bara. Það er ekki hægt. Þannig ég klára lagið, eiginlega a cappella útgáfu af því og er bara eitthvað svona pínu hlæjandi gegn, þetta er bara fáralegt, skilur og síðan unnu HK leikinn að því að við settum engan ótta í hjarta andstæðingsins, skilur það var bara eitthvað Þú voru bara að heyra hvað er í gangi og ég var bara svona, þú veist Tekur það inn á því, þau átt lélega gig eða? Sko, eiginlega ekki að þau borga saman hvernig fer þú veist, ef að giggið er lélegt að því að krátið ákvað að vera ekki í gýr eða eitthvað svona, ef það er ekki, þú veist en þarna maður bara svona, þú veist, þarna líður mér eins og ég sé að kannski associata við þetta eitthvað, ég veit það ekki, þú veist, ég var samt ekkert eitthvað, þú veist, ég tók þetta ekkert á kottan, skilur og hérna nei, ég tek lítil gig, nei, léleg gig ekkert eitthvað mikið inn á mig, sko. Nei, það hafa allir átt léleg gig, sko. Já, maður er líka pínu búinn að sjá þetta allt, sko. Hörmuleg gig, sko, og geggju gig, skilur. Og bara, þú veist, maður hefur verið bara, eins og segja, á höllinni og svo ertu bara í einhverjum hálfóttnum vörubíl einhvers staðar, bara einhverjum tveir krakkar með blöðrur og hálfótt. Hvað er besta gig sem þú veit ekki? Eða besta? Já, sko, besta er, þú veist, náttúrulega bara fresh in my mind er bara höllin, skilur, þú veist, og ég náttúrulega tók alveg 4-5 lög þar, skilur, með honum Átna, svo líka, hjá mér er líka fyrsta skitt sem fólk kunni lögin mín, skilur, það er Oktoberfest 2018, þar sem var eitthvað svona moment að ég var bara, fuck, hvað er að gera, skilur, versta, þú veist, það er alveg nokkuð svo komandi greina, en ég vil eiginlega ekki segja, þú veist, ég bara eitthvað giggar sem var var einu sem var að spila á einhverju fjölskylduhátíð í einhverjum hálfopnum vörubíl, skilur, og hérna, þú veist, það var ekki næs, en svo hefur maður líka verið á einhverjum svona jam gigum og bara fái mæta eða eitthvað, skilur. En það er líka bara það sem maður átt sig á, sko, þetta snýst líka bara þú veist, hver er að auglýsa og allt það, sko, þú veist, það er líka bara þú veist, ef það er tímasetning og allt. Ef það er eitthvað crazy lítið krát emma, bara eitthvað svona, ok, þetta er bara svona eins og ég segi, þau borgar líka saman hvernig fer, sko, maður vill eiga gott gig, en þú veist, allt sem maður fær ekki breytt, skilur, ef þetta er ekki eitthvað svona framistæðan hjá mér, var vandamálið, heldur þetta er bara eitthvað fólk kaus að mæta ekki eða hafa ekki gaman, eitthvað annað, þú veist, það er bara ekki fyrir mér komið, sko. Ég fucking 15 manns, skilur, þá er 15 manns til að sjá mig. Einmitt, það er bara fakt, sko. Algjörlega, sko. Herrum, ég var að spá að taka því í hérna lagaleikinn okkar. Já. The Laws. Í bóði Dominions. Í bóði löggunar. Fara í lagaleikinn. Já, fara í lagaleikinn. Einmitt. Er þetta bannað? Er tilbúin, þetta eru 3 lög. Og þetta er, þú veist, annarkvort þá þýtt frá íslensku yfir á ensku eða öfugt. Okay. This is my 3rd gig tonight. That's why my voice is so hoarse. The night's a little bit like I'm listening to house music. Þetta má. Fuck. Já. Vel gert, jú. Is the hot plate? Is the plate still hot? Hold on, I'm gonna check. Byrju, er þetta nýtt lag núna? Nei. Já. This is allowed. Já. Þú veist, þú fljótur að fatta. Einmitt. Varstu svona mikill rappfæn áður en að þú veist Já, ég kreið bara síðan, þú veist. Síðan ég heyrði, held ég, In the Club eða eitthvað 2005, þá bara... Hlustar á íslensk líka? Já, ég hlusta á íslensk. Ég datt aðeins út í smá, sko. Já. En, þú veist, ég var alveg svona, þú veist...
það alveg nokkru hluti sem ég hef ekki hlustað nógu mikið á og síðan þú veist, ég hlusta alveg mikið á íslenskt rap sérstaklega eftir ég byrjaði að gera þá var það svona, þú veist, þá leið mér eins og ég þyrfti að vita hvað hefur verið gert og hvernig menn, þú veist, þá verður þetta eitthvað svona pínu þá byrjaði ég að kunna meta þetta meira en ég alveg heavy á bara commercial bandarísku rappi þú veist, ég fíla, þú veist, ég hallast kannski meira að, þú veist nei, ég ætla ekki að segja, þú veist, ég fíla bara gott rap, skilur og það var eiginlega ekki fyrir en ég byrjaði að gera ég meiri Kendrick Kall, sko já, maður, gaur sko, Drake alveg geitin upp að, sko, þú veist, að því leiti að hann skilur hvernig hann á að gera allt fattur mig, Drake alveg unplayable að einhver leiti en mér líður eins og vitir aðeins svo mikið nákvæmlega hver Drake skilur þú veist, ég veit alveg og maður, þú veist, síðan líka eins og þannig gegnum þetta beef dæmi þegar hann er með eitthvað 17 ára gælu upp á svið að segja hvað hann finnst gott hvernig brjóstinn eru fyrir líð, þú veist getur ekki eitt þannig dæmi, sko þú veist, það bara gerði, skilur þú veist, Drake alveg, þú veist finnst þið Kendrick samt tónlistina, minnst það svo asnaleg Gauður, ég alveg komið þangað að, þú veist, þessu nýja GNX-i, ég ekkert að bumpa þessu, sko ég veit ekki hvað GNX-i það er bara nýjasta plata, en það komið eitthvað svona þú veist, ég nenni eiginlega ekki að hlusta á þetta en gamli Kendrick, og þetta oft sagt með Gauðra en sko, Good Kid, Mad City ennþá bara, þú veist crazy plata, bara Sing About Me Dying of Thirst eitthvað sem Drake gæti ekki ímynda sér að gera og ég trú, þú veist, það bara svona Kendrick alveg á einhverju bylgjulengd þú veist sem að menn ekkert á, sko. Hann alveg rosalegur og þessi heildavision á þessu project hjá honum ég skil að menn fokk ekkert með öllu skrýtna dæminu, sko mér finnst þetta bara svo korni allt sem hann að gera já, ég skil, ég er sammála mér finnst með nýja dótið, þú veist, ég á allt einhvern veginn svona en mér finnst hann fyrst núna þegar hann gerir nýja dótið það sem allir bara fokk, hann the goat já, og það líka bugga aðra sem eru þá fara meira af vagninu, sko en þú veist, allt gauðir, Section 80, allt Black Hippie dæmið, Good Kid, Mad City, þú veist hann alveg pínu fokki rosalega, sko ég alveg harður Kendrick maður, sko ég kannski bara kynna mér betur en þú veist, Drake á náttúrulega crazy, þú veist, ég ætla ekki að segja ég bump ekki Drake, sko þú veist, ég kann örgulega 100 Drake-lög utan að hann, skilur hann alveg unplayable einhver leiti en ég samt sammála, mér finnst gamli Drake betur en nýja, skilur ég vil fá hann í þessu Take Care vibe, sko ég veit ekki eins og hvort þessi hot take ég get ekki hlusta á Drake syngja ekki? Nei. Það nefnilega og það sölupunktur fyrir svo marga að hann alltaf syngur og rappar, skilur þú veist, Middle of the Ocean Drake minn Drake þeir bara eitthvað svona þú er svo djúpur ég hlusta það lítið á tónlist að ég veit ekki sko að Middle of the Ocean Drake nei, það er Her Loss geðveitt lag, sko þú veist, þeir allt þetta 8 AM in Charlotte, það dæmi þeir bara rappa einhver beat, helst ekkert viðlag það uppáhalds Drake minn, sko eða einhverju svona einhverju anthem dæmi, en þegar hann byrjar að syngja hann eitthvað svona you know girl that I want you ég bara, gaur, ég veit hver þú ert, skilur þú veist ég veit nákvæmlega hver þú ert ég get ekki hlusta það, sko en já, það góðu, sko já, þeir það, ég bara já, Átni líka, hann ekki nei, hann þorir ekki Kendrick, sko ég held að hann hafi tekið, ég var með einhverja Kendrick vínilplötu uppi, ég held að hann hafi sett hann niður á gólfi einhvern veginn þegar hann kom í stúdíu hann var ekki hákvæmt upp í lengur, sko hann hefur aldrei geta guð, sko hvað var það? Við vorum með það sem enda á að vera fuck it ég tók einhvern tímann, sko, svona Kendrick útgáfu af vörsinu það sem var eitthvað svona, það var enda vörsi var eitthvað pínu öðruvísi þá hvað vörsi? Þú veist, vörsi mitt á fuck it, skilur ég tók upp, það var endur annar vörsi, ég gerði nýtt, sko en segið mig að það væri nýtt, það væri bara svona leið mér að tala um í skít, þú segir mér hann ekki skít, skilur ætla að gera það eitthvað svona til að gera hann alveg brjála, sko, sem hugsaði, þú veist lagið væri örugglega bara offað það sá aldrei dagsins ljós, sko það fokkið, ég hef alveg pínu gaman að hvað hann fokkið þólar hann ekki, sko hann þólar hann ekki neitt, sko en hann fokkið góð, sko, ég myndi segja, sko þú veist, ég myndi segja Money Trees þú veist, þetta alveg svona mega, þú veist, þetta ekkert eitthvað björliðadót en Money Trees alveg svona það var lagið sem seldi mér hann, ég aldrei heyrt neitt svona áður Sing About Me Dying of Thirst fokkinn, þú veist menni ekki þarna, þetta þú veist, það getur ekkert hvað sem gert þetta bara Good Kid, Mad City platan fáránleg, sko, konseptið geggjað, ferðalagið ég elska það að hlusta á plötu, þetta allt einn dagur ef ég hefði giskað, ég hefði haldið að þú væri aldrei Kendrick maður, ég hefði haldið að þú væri alltaf Drake Kendrick, það my Gemini brother, sko við erum twinski, sko þannig ég var líka bara snemma á, þú veist, ég var bara þegar ég í 9. bekk ég bara bumpa Kendrick heavy, skilur bara
og það líka, þú veist, að fokka svona mikið með einhverju, þú ert 14-15 Já, ára að gera 100%. svo ógeðslega mikið, þú veist. Hvað varst að hlusta á bara áður, þú veist, bara þegar þú varst krakki, skilur við? Bara Lil Wayne mest, sko, Já. Eminem mikið, Já, ég líka. 50 Cent var svona fyrsti, Dr. Dre, allt þetta dæmi, Kanye, þú veist, bara allt þetta golden era, ég veit ekki hvort þetta flokki sem, þetta er alltaf mitt golden era, skilur, bara Já. þetta 2000s rap, sko. 100, er það ekki bara flestir sem segja það? Jó, ég held það, sko. Heyri, ég er með annar lag hérna. Já, við erum í þeim leik. Já, það er sem bara geggja að þetta fara út um allt, sko. Sko, ég kötta smá út úr þessu, en út af því að það er svo augljóst hvað þetta er. Ég fór á strippstan með drottningunni minni, því allt sem við þekkjum eru seðlabúnd. Ég geti bara gripið mér Ferrari og keypt Lamborghini handa stelpunum minni. Ég geti líka keypt handa henni hálsmenn og eitt nokkrum 1000 köllum í hring. Hana skortir ekkert því ég hef gefið henni allt. Og ég verði skakkur með elskunum minni. Ég veit hvað þetta er, já, þetta er Fetty Wap. Hvað er þetta, Trap Queen? Og ég verði skakkur með elskunum minni, þess að fokki fyrir lína, sko. Ég var að koma mollinu, er að klæða mig flott með elskunum minni. Ég var alveg týndur þangað til að segja þetta, sko. Og ég er í eldhúsinu að baka köku með elskunum minni. Já. Ég verði skakkur með elskunum minni, þess að fokki hvað lína. Skakkur með elskunum minni, crazy, sko. Já. Einmitt. Fetty Wap. Þetta er Fetty Wap, Trap Queen. Já. Ok, það er ég með eitt í niðurbót. Í skógi sem lokar á ljós, rigningin fellur. Þú heldur með föstum... Sorry, ég svona aðeins út, hvað segir ég? Já. Getur byrjað upp á nýtt. Í skógi sem lokar á ljós, rigningin fellur. Þú heldur með föstum í hlekkjum. Þú ert mjög loðinn og líka minn stinnur, en ekki of mikið. Mjög loðinn? Og líka minn stinnur? Já, en ekki of mikið. Nóttin er löng að líða. Hvað er rétt magn af loðinn? Fyrir ekki að ég trufla. Allt í góð. Nóttin er löng að líða, ég horfa á vegginn, dagurinn er lengi að líða. Þegar þú ert ekki hér. Þú ert drauma tengdasonur og allir vilja þig, en þú ert eins og mandla. Mandla sér úrst á lífu mínu. Ég veit ekki hvað við erum. Drauma tengdasonurinn. Já. Okay, þannig að þetta er vantilega, þetta er gæla. Já. Einmitt. Og hann er mandlan, ég verður mandl, hvað er almond? Almond. Þú ert með bungu í buksunum. Mér langar í bunguna. Einmitt, the bulge. Er það textin, eða? Ekki bulge, ég maður ekki sér hvað var. Ég veit ekki hvað þetta er, sko. The bulge. Er þetta bara eitthvað demo hjá þér, eða hvað? Þetta er ekki alveg lag, sko. Ég samti það. Bjóstu þetta til það? Ég bjóð þetta til það. Já, er það fakt það? Já, það er fakt. Einmitt. The bulge. Þegar hún sagði the bulge, það var ég bara, ég veit ekki hvað ég var annað að segja. Neini, það var ekki bulge. Einmitt. Ég held þetta væri kannski eitthvað svona. Mér varst þú líka ekki kippa mikið upp við, þú ert þess að mandla. Já, nei. Mandla sér rústa lífið mínu. Já, hvað er það? Almanda? Já, almond. Já, við byrjum ekki sem Já. Almond, já. Hvað er eiginlega? Já, þú ert mjög Ég held að það væri loðinn. kannski eitthvað eins og hérna, svona, hvað heitir það, svona grauta, möndlugrauturinn skilur, sem rústar. Tónu með möndlónum. Sem rústar lífið. Þú ert mjög loðinn, líka með stinnur en ekki of mikið líka. Já, það var crazy, ég hefði strax átt að kóla eitthvað ruglað þetta þegar þú sagðir að líka með loðinn en ekki of mikið. Hvað fucking rétta magna á loðinn, sko, það er crazy, sko. Já, bunguna. Ég líka á þessu tímpúti held ég var að tala um gellu. Þú veist, þetta væri gaura, já. Það segjum maður í loðinn, en ekki of mikið, bara passlega loðinn. Emmitt. The balls. Bungan, maður. Fuck, þetta er crazy. Ég var alveg til að það má alveg skoða þetta eitthvað. Það er ekki, þetta er eitthvað svona auka lag. Í Þormóðu geta alltaf gert þetta að einhverju, sko. Í nýja stúdíun ykkar, Þormóður, við erum að segja frá því, hann var að levela feitt upp. Þormóður var að flytja í stúdíu. Svona 6-faldar rýmið sitt. Já, hinn með vegginn risastórt. Já, hann er bara í herbygginu hliðin á. Já, mér að segja við á hann, pældi þú veist, einhverjar fara að flytja hann eftir. Svona eins og vorum að tala um á hann, að sonur Sergio Aguero er guðsonur Lionel Messi og Diego Maradona. Og það er heils pressa. Sergio Aguero? Hæ? Kun Aguero. Sergio Kun Aguero. Já, sorry. Þetta er pínu eins með, þú veist, það er einhver að fara að taka við þessu stúdíói. Já. Það er eins gott að koma með fucking slaga. Já, þú veist,
Já, nefnilega. Hann að fara í rými á Þormóði þar sem hann gerði bara 300 bestu lög Ísland sko. Og það einhver úlingur að fara að mæta hana. Já. Að fara að æfa sig að pródusera. Já. Það crazy. En svo Þormóði þess að hann er að fara í gamla rými þess Magnús Jóhans. Já. Hann þarf að fylla vel upp í það. Það rétt sko. Magnús Jóhann var með svona 62 hljómbóra það. Einmitt. Ég fíla svona sko, það lét man pínu vinna hvað var svona pakkað inn í á Þormóði í gamla sko. Já. Þú veist, það var eitthvað við, þetta var svona, ég ætla ekki að segja gúlag. Nei. En svona, þú veist. Já, það var ekkert annað að gera þarna. Nei, það var ekkert annað að gera tónlist sko. Það var ekkert annað að gera þarna. Við erum eitt stúdíu á Akureyri sem er bara eitthvað, það er eitthvað sofaraði, PlayStation 12, þetta er bara eitthvað, það er bara erfitt að vinna þarna oft. Það er einhverjum mennir í húsi, skilju, þú veist, maður held, þetta er alltaf gett góð hugmynd á pappír. Við erum eitthvað svona, ok, við erum með setjustónu, ég er ekkert að segja Þormsíð, þú veist, þetta gæti alveg gengið, sko. Þú ert að fokka svo feitt upp með þessu, sko. En eins og núna, við erum með upp í okkur núna, þú veist, ég er alltaf að fara með PlayStation 12 út. Það gengur ekkert að vera með hann inni. Nei, ég veit það. Þá eru bara að mæta eitthvað, hvað, að spila Fortnite þangað til við vinnum einn. Ég gerði þessu afsökun handa mér eitthvað svona, ég ætla að vinna einn leik og þá er ég búinn að vinna í Fortnite og síðan fer ég að sigra þetta lag. Síðan er ég bara búinn að vera í Fortnite og tapa í 3 klukkutíma, skilur. Já. Þannig PlayStation 12 er komin annað, sko. Já, ég skil það vel, sko. Líka bara þegar maður hefur, ég hef ekki það mikið tíma til að vera í stúdíunni, ég get ekki verið í stúdíunni alltaf daginn, skilur. Þá þarf ég að vera bara straight to the point. Herri, ég er með, ætlaðu að fara í eitthvað? Nei, allt í góð. Sko, ég er eiginlega ekki með lið, ég er bara, sko, mér finnst leiðilegt að, mæta með ekkert. En ég er bara með nokkra staðarindir. Þetta er bara staðarindir sem ég fann á þann. Að ég veit að þið hafa verið pínu einhver svona landafræði dæmi. Já. Og núna er, sko, þú veist, ég sá að það var eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem mætti kannski læra einhver staðar. Já. Og þannig ég ætlaði svona aðeins að droppa fun facts þennan frábæra heim sem við búum í. Já, til ég. Sko, 60% af lækjum heimsins eru í Kanada. 60%? Já. 60% af öllu lækjum heimsins eru í Kanada. Og 20% af öllu fersku vatni. Er það þá því að þeir byrja þar og enda eitthvað staðar í Suður-Ameríku? Meinarðu? Að þeir byrja þar. Já. Og svo ertu bara komin eitthvað lengst niður og það er ennþá sami lækurinn. Fattar þú? Er þeir ekki allir bara í Kanada? Jú, kannski. Ég heldur bara að byrja að enda í Kanada. Já, ok. Ég veit það. Það er respect á Kanada. Þeir eru allir með nóg aðeim, sko. Já. Þetta er fakt. Já. Samkvæmt netinu. Ástralía er víðari en tunglið. Ástralía eru 4000 kilometrar á vídd og tunglið eru 3400. Aha. Já. Reyndar er Ástralía, það er alltaf talað um að sé miklu stærra en maður átt að sé. Sko mappið, þessi hnöttu sem maður er með, hann er bara eitthvað bull. Já, ég sé það, þú getur farin á heimasíða sem getur dreigið lönd svona yfir og önnur og bara eitthvað. Þetta er bara Afríka, er bara, þú veist, hún lukkar eitthvað eins og Evrópa, Afríka sem eitthvað svipið, þetta er bara milljónfalt stærri, sko. Þetta er bara eitthvað, þú veist, þessi hnöttu sem við fengi, hann er bara eitthvað í bullinu, sko. Jamaica. Jamaica er eini fáninn sem er ekki með rauðan, bláan eða hvítan. Ekki með rauðan, bláan eða hvítan? Sem er bara íslensku litinir? Já. Ég var að tjekka þessu. Það er engin fáni annar, nema ég veist, ég kannski er eitthvað sjóræningaríki eða eitthvað, skilur, sem er ekki með bláan, hvítan eða rauðan. Nema Jamaica, þeir eru með hvað? Gulan, svartan og grænan. Já. Nú er ég að reyna að hugsa eitthvað sem er ekki með bláan, grænan, nei, bláan, hvítan eða rauðan. Þú getur það ekki. Nei, ég get það ekki. Ég er að reyna. Það er ekki hægt að hugsa, þú veist. Nú veist ég eitthvað svona smáríki, Vatíkanið. Já, eitthvað, sko, reynda, ég er nú ekki með það, en Vatíkanið er fámennasta land í heiminum, ekki? En mest drukki vín per person. Aha. Þetta er ekki alltaf eitthvað hátt sett lið að fagna? Já, þetta er bara einhverju 400 gaurar. Já, þetta er bara að celebrata. Já, þetta er það lítið að á hvern ferkilometer er 5,6 power. 5,6 power? Já, mega, já. Þetta er bara eitthvað... Þetta er bara, já, 1,50 af ferkilometer, skilur við. Eða fermílu eða eitthvað. Heyrðu, síðasta sem ég er með hérna. Sko, Eþíópía var sérst ekki með rafmagn fyrir að kóngurinn pantaði 3 svona electric chairs. Aha, þetta er fyrir fanga? Já, og sem fatt hann gæti ekki nota á. Fenguð þá rafmagn út af því? Eþíópía fekk rafmagn eftir það. Ég veit ekki hvort þetta sé rétt, en þetta var... Þetta er mjög líklega rétt. Ég held þetta sé rétt. Þannig þeir voru sérst rafmagnslaust land, pöntuðu þessa rafmagnstóla og bara heyrðu, við þurfum að tengja í eitthvað.
Það var þetta innstungu. En veistu hvernig þetta var? Nei, bara eitthvað Mæ Mæ fyrra. Já, ekki Þetta var væntanlega, ég veit ekki hvað ég má giska á, kannski 1950 eða eitthvað. Bara giska. Já, þetta er gisk. Já, ég fíla það. Já. Þetta voru landafræði staðarindinar síðan með. Já, ég er að googla hérna í Köttabróð. Já. Það eru 11 tímabelti í Rússlandi. Heyrðu. Ethiopian Electric Power. Nei. Heyrðu, ég skrifa 1956. Heyrðu. Það er ekki bara frekar nálægt. Hvað segi ég? 1950? Já, það er 1950. Alveg gisk. Herri, ég ætla að fara með hérna í hérna svona beauty tips, maðuratips. Okay. Og það er í búið No Serious. Ég sá þið var eitthvað að tala að beauty tips með textan sem er verið að ánum fyrir mig þetta, sástu það? Hvað? Þegar var eitthvað, einhver sem var, ég man ekki hvort það var maðuratips eða beauty tips eða eitthvað sem var eitthvað svona að leiði því barninu ykkur að hlusta á lösku og eitthvað, ég veit ekki með eitthvað, já. Þetta er orðin einhver umræða, sko. Já, þú veist, ég veit ekki, eins og, ég meina við hlustum bara það sem við vildum. Já. Við vorum yngri, skilur. Og við erum kurteis og flottir í dag. Já, nefnilega, þú veist, ég var tilnæmdur til barnaverðlunum daginn. Já. Fyrir Superman. Já. Þú veist, ég tala bara um að selja dóp á Superman, sko. Já. Það vorst að kenna ungum entrepreneurs. Já, þú veist, ég held að hafa svona tekið í sem bara eitthvað svona hvernig ég er að kenna þeim að búið til brauð, sko. Já. Ég veit það ekki. Þetta er snúið dæmi, sko, en ég seti alveg parental advisory, allt sem ég gef út á ástæðu. Þá er, þú veist, þá er þetta á foreldrinu, sko. Já, 100%. Mér finnst að foreldrar bara að fá ráða, skilur, og börn. Já, ég hef alltaf ekkert voða sterkar skoðun á þessu, en kannski hefur maður meira þegar krakkarnir er eldri, ég veit það ekki. En svo þá hlustaði bara á þetta einhvers staðar annars staðar, skilur. Þá faraði bara að hanga með einhverjum dópsölum og hlusta á einhverjum tónlist, skilur. Já, heyrðum. Í hvað ætlið, hérna er eins sem postar, í hvað ætlið getur maður deytað? Ég veit það ekki. Búin að vera að spjalla við strák sem ég þekkti ekki neitt fyrirfram. Við erum plön að hittast og bara eins og maður gerir þá tjekka ég á Íslandingabók. Hann skildi mér í 4. ætlið. Það er að segja við erum fjórmenningar. Hvað er það langa við það? Fjórmenningar. Já, það ekki. Þú veist, eins og mamma og pabbi, er það fyrsti eða er það annar ætliður? Ég myndi halda þessi fyrsti. Er þetta eins og fyrsta deild og efsta deild? Já, ég myndi halda það. Nei, ég myndi halda að foreldrar sé annar ætliður. Nei, fyrsti. Sko, hvað systkinin þá fyrst? Ef þetta er langa með langa amma og langa hafi, já. Það er alveg svona, þau eru þá systkini eða ekki? Við erum að horfa á henni. Já. Þú veist, það er alveg svona fjölskyldu bóða dæmi. Ég veit það samt ekki, sko, ef þetta er ástin, ertu eitthvað að fara að vera eitthvað, þú veist. En þetta er samt svona dæmi sem að... Ég myndi segja einu fyrir ofan þá ertu örugur. Hitt er pínu sikk, held ég, sko. En þetta er svona dæmi sem, sko, ég samt þekki ekkert fólki sem er bræður eða systur langum og langa. Nei, þetta er góð punktu, sko. Ég veit það ekki, sko, alla einu fyrir ofan, ef það er 4. ætliður, það ertu örugur. Langa við, þú veist, það kemur þér ekkert við, það er eitthvað 1800 dæmi, sko. Já. Mér finnst það líka að fara eftir bara hérna, þú veist, fjölskyldum, skilur. Þú vilt hversu náinn fjölskyldan er. Já, hversu náinn, ef þetta er bara eitthvað mannski sem þú veist ekkert hver er og já. Ég veit það ekki, kannski er það ég veit það ekki, það er eitthvað svona þú veist, ok, ímyndaði bara, þú er bara búin að kynna sig einhverjum mannesku, skilur við. Þið er bara kannski búin að deyta bara hefur lengi, þú er bara orðin ástfangin. Já. Bara búin að hálft árið, kíkja á þetta, þið er bara, heyrðu, við erum í 4. ætlið. Já. Ertu að fara að break it up? Þú veist, mér líður eins og það sé eiginlega spurningin. Já. Ég verði að segja nei, sko. Er þetta hreitt 4. Er þetta 4. og 50? Nei, 4. Verði ég ekki bara að spyrja ChatGPT? Ég veit það ekki, sko. Er það sikk, eða? Hvað er... Má ég sjá, hvað séu ég? Þetta er líka bara vangaveldur. Ég veit að ég er ekki skildur kærastunni minni, þannig mér líður eins og... Ég sé ekki að projekta. 4. ætlið. Má ég sjá. Hvernig maður skildur í 4. ætlið. Þú... Já, ok. Við erum 1. ætliður við sjálfan sig. Svo er foreldrar annar. Afi og amma 3. og langafi og langama. Sko... Ég ætla bara að segja ég skil það. Þannig eru langafar og langa. Nei, langafar og langamur er í 4. ætlið frá okkur. Langa, já, það er allt í lagi. Án grís, don't even worry about it. Já, ok. Emmitt.
Já, var kannski sikk hjá mér, ég fór á aðeins mikið rant sko, langa, það var ekki eins og spurningi sko. Þegar ég kom með þessu sterkar skoðanir út í kosmosi, hvað það var það sko. Ég bara segi, ég skil það, þú veist. Þetta Ísland, skilur. Já, það allir skildir einhvern veginn ekki. Ég myndi halda það. En já, heyrðu, þú ert að fara í session, það ekki? Já, var þetta bara beauty tipserinn? Ég er að fara í session, ég er að fara að klára lag sko, sem ég á að vera búið með, sem ég er að reyna að gefa út í næstu viku sko. Já. Aha. Ég veit ekki hvað ég er ekki búið með það. Hvað áttu mikið eftir? Ég er bara að taka það upp eiginlega. Aha. Einhver adlibs og eitthvað svona tweaks sko. Já. Hendur þessu Þormóður allar að mixa. Hvað þú gerir þetta og bara, fuck, ég er ekki alveg nóg sáttur. Guður, ég veit ekki. Ég ætlaði ekki að hugsa svona í dag sko. Nei, sorry Guður, þetta verður geðveikt og þú gefur þetta út. Föstudag næstu viku. Já, örugglega fyrir sko. Aha. Já, ég veit ekki. Föstudag kalla það. Nei, Guður, ég er alveg svona þriðjudagskall. Aha. Það er málið mér líður eins og að á föstudegi þú er nóg til að vera spenntur fyrir. Já. Það sem þið vantar er ný góð tónlist á mánudegi eða þriðjudegi. Inn í vikuna, vikan var að byrja. Það er, þú veist, þú getur farið og, þú veist, það eru aðrir að gefa út á föstudögum, þú getur farið að hlusta á FNU blöð, þú veist. Mér finnst allt dettur niður á sunnudögum. Þú veist, hvað segirðu? Það dettur allt niður á sunnudögum. Spilanir okkar. Já. Bara það fólk er í, veit ekki, fjölskyldubúðum. Já, það er enginn að bæmpa tónlist sunnudögum. Þriðjudaginn. Já, low-key. Ég veit það samt ekki. Neglum það. Hvenær byrjuð þriðjudaginn hvað? Er það 16? Sko ég á ammali 16. sem ég held að sé næstu þriðjudaginn. Já. Langaði pínu að gefa út ammalinu sko. Já, let's go. Heyrðu það hér fyrst. Joke. Heyrðu, já. En þú veist, ég er alltaf að lofa einhverju ekki standa við það, þannig ekki vera pirruð ef ég gera það ekki. Þetta er bara einhverja pælingar. Gæti gerst. Já, sjáum til. Takk fyrir að koma. Guður, takk fyrir mig, þetta var gaman. Þetta var epic maður. Og bara hérna úr þorinn góðun þáttanins og bara kemur kannski aftur einhvern veginn. Já, bara algjörlega.